Skulum vonum tökum þetta út bara í dag, þessi leiðindi. Já, það væri betra allavega. Það líka oft leiðilegt í þessari átt sem núna, suðvestanáttin. Suðvestanáttin hræðileg hér í Hlíðarfjalli. Það liggur við, það má ekki vera 3 metra þá bara búið að loka lyftum. Já, það bara svoleiðis. Sem kemur niður úr hlíðinni og eykst þannig vindáttin og lyftunar bara detta út á spori og stólalyftan vill ekki ganga og... Mjög leiðilegt. En fyrsti keppandi farin af stað. Það Lovísa Mjöll Guðmundsdóttir, Reykjavík. Fyrsti keppandi lagður á stað. Það hún Lovísa Mjöll. Hérna hljómar undir hún Þórunn sem framkvæmdastjóri Skíðasambandsins og hún hér að lýsa fyrir fólk sem á svæðinu en við erum í sjónvarpinu svo þetta fari ekkert á milli mála hér. Hver að lýsa hvar? Einhverju voru að ruglast á því. Hvernig lýst þér eins og hana Lovísu sem að gefa allt í þetta núna? Hún greinilega að gefa allt í þetta. Hún ákveðin, hún framsækin, hún að standa sig. Hún var flott upp í bratta. Hún gerir þetta vel. Starta líka fyrst. Það oft rosa gott að starta fyrst þegar að færi getur auðveldlega farið bara illa með brautina þegar líður á keppendur. Maður gerir ráð fyrir því að þegar að síðasta keppendi verður komið þá verður kannski brautin orðin ansi maukuð. Já, gæti verið það. Hún kemur á 53:99 og samanlega tími 1:56:37. Er þessi braut mjög svipuð sem var fyrir í lengd? Nei, hún það munar nokkrum portum en hún held ég aðeins lengri. Hún aðeins lengri? Aðeins lengri tíma, já. Þannig við sjáum kannski ekki svipaða tíma og við sáum í fyrirferð? Nei, ekki mjög svipað allavega. Næst það Katrín Eir Smáradóttir frá Breiðabliki sem var sömuleiðis yfir 1 mínútu í fyrirferðinni. 1:01:71 og það verður gaman að sjá hvað hann gerir núna. Hvort hún verði undir mínútunni í þessari ferð. Já. Eitthvað töf í gangi. Það getur vel verið að þeir vilja fara með reynsli yfir brautin aftur, skoða allt. Það verður í svona hita, þá verða stangina lausar í snjónum. Það þarf að fylgjast vel með og halda þeim onni og viðhalda brautinni eins og þau geta. Getur orðið til þess að þær poppa bara upp úr með hverjum keppandi ef það ekki gerst. Já, þannig að menn vilja vera alveg tryggðir. Já. Og eins og var undir að sjá þá hrannast droparnir hér á Lindsötnar og myndavélunni hjá okkur, þannig að það rigning á okkur. Það rigning. Hún lögð af stað, Katrín Eir. Þannig að verður hún sein strax í öðru porti. Hún ekki nógu grimm á að koma yfir skíðin og vera tímalega. Svona hægagangur á þessu. Já. Hún kemst inn að niður brattan, komin inn á flata. Flatin aðeins þéttari heldur en áðan gæti virkað þannig sé hraðari heldur en í fyrirferðinni. Hér kemur hún fram yfir brúnina. Svo sér þá hún leggst ekki jafn mikið á skíðin eins og þær gera sumar stelpunar. Næra ekki sömu snöggu beygju og þar af leiðandi góðri hraðaaukningu út úr hverri beygju fyrir sig sem að skila hraða og vissulega góðan tíma. Og hún var á hvað? 1:05? 1:05:02. Samanlagður tími 2:06:73. Hér Jóna Brynja Birkisdóttir, Akureyri. Komin á stað. Hún lendir strax í vesinni, lendir sein þarna. Byrjunin á brautinni svolítið snúin? Hún gæti, það aðeins meiri beygjur heldur en áðan og það kannski átta sig ekki alveg strax á því stelpunar og þá taka þær kannski fyrstu 3 portin ef þær eru ekki tilbúnar í það að venja sig við þennan takt sem annar heldur en áðan og koma þá ekki inn í brautinni rauninni fyrir eftir 3-4 port. En hún kláraði brattan vel og kom inn fram fyrir flatan, komin í næsta bratta. Hún var fín í flatan líka,
hún svolítið upp á snúin. Hún kemur, það koma smá skrans alltaf í lok hverri beygju. En þetta er, og hún klárar hér á tímanum 1:01:17. Samlaði tími 1:58:68 sem er annar besti tíminn til þessa. Til þessa, næst á svæðið er svo hún Fanney Rún Jónsdóttir frá Reykjavík og þar á eftir er Nanna Kristinsdóttir frá SKA. Fanney var með 56:91 í fyrirferðinni og það er spennandi að sjá hvað hann gerir núna. Hún er komin á stað. Sjá hér, núna er hún að komast í takt við brautina. Nei, hún er aðeins svo sein ennþá og komið þarna út úr brautinni. Ætlar að halda það fram eða hvað? Hún þarf að ná þessu bláa porti. Þarna tekur hún rosalega orku. Þetta er langur vegur sem hún þarf að ferðast upp. Vissulega, en hún heldur áfram. Ætlar að klára þetta greinilega. Stefnir að því allavega. Nú þarf hún að fara hinum megin upp og þarna megin niður. Þetta er ekki rétt gert en við skulum bara sjá hvað Porta verið að segja þegar við ráða þessu og dómarar. Það eru nýja reglur með það að ef að þú nærð ekki stöng þá þarf það að fara upp sömu megin og þú fórst niður hana og rétt megin niður aftur. Bara að setja svona uppbeygju kringum hana. En hún er hætt, það er orkan sem að tekur rosalega mikil orka sem fyrir það að labba svona upp. Já, sér það. Hún er alveg búinn. Næst, þetta var sem sagt Fanney Rún sem að ákvaða að hætta þarna. Þá er það næst Nanna Kristjánsdóttir. Hún er lögð á stað. Við náum henni ekki þarna upp í hlíðinni. Hún hlýtur að koma hérna einhvern tímann fljótlega í okkur fyrir sjónir. Þeir eru að leita aðeins strákarnir. Skygnið er að gera okkur svolítið erfitt fyrir hérna í minnstjórn. Við erum búin að finna hana þarna. Eins og við sjáum það svona frekar erfitt að sjá hana. Hún er að klára hérna, kemur núna niður á flatan. Við erum nánast allir búin að missa hana. Þarna kemur hún í mynd. Gerir þetta vel. Hún er aðeins einn hana. Þetta er allt í lagi hjá henni Nönnu. Kemur hérna fram á bungu og hún er að gera þetta ágætlega. Kemur svolítið sein í nokkra beygjur en svo sem ekkert sem er að skemma fyrir henni. Hvað segir þetta? Við erum komin með hvað? 59:24. Já, klárar á samanlögðum besta tíma. 1:54:27. Þá víkur sögunni næst að Sigrúnu Stellu Þorvaldsdóttur sem að einmitt var að hefja keppni bara aftur eftir langa pásu eins og þú sagðir síðast. Jú. Og hún er komin hérna á stað. Hvernig líst þér á þetta? Hún er tæklað hérna bratt ágætlega, komið góða vinnslu. Kemur núna hérna inn á flatan að krafti. Hún ætla greinilega spurning hvort hún hafi ennþá fimi að geta haldið svona áfram alla leið. Hún er með góða vinnslu, sækir vel fram. Er maður fljótur að fara aftur þegar maður tekur pásu í þessu spotti? Já, læri, rass, allir þessi vöðvar eru fljótir að rýrna. Þau hverfa bara 1, 2 og bingo, sko. En svo sem tæknin er náttúrulega mjög stórt lykilatriði í þessu og það er það sem að krakkarnir halda í. 57:90, samanlagður tími 1:52:42 sem er besti tími til þessa. Þá er næst komin á stað Karen Sigurbjörnsdóttir. Rétti það. Hún lenti þarna í smá vesinu fyrir nálina, kom sein inn í hana, er að reyna að setja sig í rétta línu og hún komi með það og heldur því vel hérna inn á flata. Nei, þarna lenti hún sein og hvað ætlar hann að gera? Hún er hætt keppni. Þetta var Karen Sigurbjörnsdóttir sem hættir þarna keppni frá SKA. Við höldum okkur við SKA því að hér er Kristín Rudd næst á rásmarkið. Eitthvað ætlaði greinilega eða hvað? Hún alltaf er
Keppandi með rás númer 13, Karen Næst, já, Sigurbjörnsdóttir er hefur hægt Kristín Kristín Rut Rut Gunnarsdóttir. Skulum sjá, einhver smá pása þarna. En besti tíminn núna til þess að það er Sigrún Stella Þorvaldsdóttir sem á hann. Kristín er komin á stað. Kristín Rut Gunnarsdóttir Akureyri sem Hún var að renna gerir þetta vel. starti og eftir henni með rás númer 10 er Tinna Rut. Hún er vel tímalega, kemur svolítið klára bein og svolítið seint fyrir neðan. Er í smá basli en hún kemur hérna niður á flata. Ágætri ferð. Nær hún að halda ferðinni. Já, veikur hann ef eitthvað er. Kristín Rut 26, 19. Kemur hér yfir bungu. Hún er vel yfir skíðum. Gerir þetta ágætlega með fína línu. Svolítið sein þarna en Og það er hún Kristín Rut hún er þreytt sýnist mér líka alveg. Kristín kemur á tímanum 57.61, samanlega tími 1.50.39 sem er besti tími til þessa. Í starti er hún Besti tími til þessa 1.50.39, Kristín Rut Gunnarsdóttir, en næst er Tinna Rut Hauksdóttir, hún er frá Reykjavík, var með 51.95 í síðustu ferð. Lovísa Mjöll Guðmundsdóttir sem starta fyrst á ennþá besta tíma í seinni ferð, 53.99. Já. En það kemur í ljós hvort hún haldi því út seinni ferðina, eða þau rey. Og hún er lögð á stað, Tinna Rut Hauksdóttir. Hún átti aðeins í erfiðleikum hana með brattan og krækir þarna. Fer sérst með vinstra skíðið hinum megin við stöngina sem hún á að fara og þar af leiðandi verður það eftir. Dettur úr bindingunum. Já. Og hendist þarna. Hendist, já, alveg. Þetta var Tinna Rut sem því miður datt úr keppni. Þarna þá er næst Lilja Tekla, hún er frá Fjarðabyggð og var með 51.66 í síðustu ferð. Nú er spurningin hvað hún gerir núna. Hér er Lilja Tekla lögð á stað. Keppandi með rás númer 10, Tinna Rut Hauksdóttir er hægt keppni. Í brautinni núna er hún Lilja Tekla Jóhannsdóttir Fjarðabyggð og eftir henni kemur Martin. Hún er örugg þannig uppi og þar á eftir með rás númer 15. Mjög góða línu. Hún er svolítið varkárri heldur en hinnar og kemur samt hratt hérna inn á flatan. Spýtir núna í. Gerir þetta bara mjög vel. Millitíminn hjá henni Lilju Teklu 24.74. Kemur hún yfir bunguna með snöggan og fínan skurð. Og hún klárar hér á 54.54. Er það þá hvað? Það er annar besti tími. Annar besti tími. En hins vegar er hún með samlaða tíma 1.46.20 sem er langbesti samlaða tímin 4 sekundur. Langbesti, já. Þannig að hún er komin efst þar, en þá er næst hér komin á stað Matthildur Rún frá SKA. Gerði þetta ágætlega henni í brattanum og er að koma hérna niður á flata. Hún með hraða vinnslu, ætla sér greinilega mikið í þessari ferð. Nær hún að halda þessu hraða hérna framma. Búið að hægjast aðeins á henni núna, það er líka blautur snjórinn hægir á skíðunum. Þungur. Hann er þungur og bara hægari snjór í rauninni. Maður bara heldur einhver meginn aftur á skíðunum. Hún smá basli hann í náni en er búinn að redda sér og kemur hér á tímanum með 55.41. Og er það komið besta tíman núna í samanlegu? Já, 1.46.05, 15 brotttíma undan Lilju Teklu. Næst víkur sögunni af Freydísi Höllu úr Reykjavík, Freydís Halla Einarsdóttir. Hún er næstir á söðun og þar aftur kemur Elín Jónsdóttir frá SKA en Freydís Halla næst úr Reykjavík. Einhver smá bið, sýndist nú eitthvað að stöngunum hafa
Já, dottið það þarna. þurfti að gera við þannig allavega eina sem við sáum. Já. Það er spurning hvað kemur í. Það eru fljótar Hún lögðu stað, já. Unglingameistari 2011 í stórsvíi. Og lenti í 3. sæti hérna í fyrra í Svínu á landsmótinu og hún gerði þetta vel hérna í baráttunum. Kemur núna á svaka ferð inn á, hún er alveg að sleppa sér. Náði ekki að halda þessu hraða sem hún var komin á en er samt á mjög fínu hraða. Hún sækir vel fram, fær hrað úr hverju beygju. Hann er ekki að gefa neitt eftir þessi. Alls ekki. Alls ekki. Lendi þannig í smá höggin, er ekki að grípa skíðinu kastinni til. Kemur hér niður á tímanum 52:71. Þetta var Freydís Halla Einarsdóttir og það er besti tími til þessa. Sló tímanum við á Lovísu. Já, besti tími í þessari ferð. Og sömuleiðis. Og sömuleiðis samanlegur. Samanlegur tími. Næst er það Elín Jónsdóttir, hún er úr SKA og er komin hér á fullt. Já, hún er í smá basli hérna. Hún er satt aðeins svo hana í brattanum og átti erfitt með að stjórna skífunum. Þær eru allar að sleppa sér hérna inn á flatan, mismunandi hvað er ná að halda hraðanum, hvað er ráða vel við þann hraða, hvað eru snöggar að grípa skíðin þegar koma tilbaka úr beigunum. Þetta er Elín Jónsdóttir sem er í brautinni og já, svona... Þetta gerur hún ágætlega. Já. Kemur hér í mark á tímanum 54:97 og samla tími 1:45:42 sem er annar besti tími til þessa. Og eftir Freydísu Höllu. Auður Brynja er þá að gera sig klára. Auður Brynja Sölvadóttir, hún er úr SKA, skíðafélagi Akureyrar. Hún æfir einmitt úti. Já, hún er þarna úti í Noregi. Í Noregi. Í menntaskíðaskóla, eða skíðamenntaskóla. Já, skíðamenntaskóla. Menntaskíðaskóla. Menntaskíðaskóla og skíðamenntaskóla. Já, hvernig sem við vill hafa það. Hvernig sem við vill hafa það. Það er örugglega til eitthvað fallegt norskt orðið yfir allavega. Já, örugglega. Skí, gymnasium, eitthvað svona. Eitthvað þannig. Já, svo maður reynir nú að vera flottur í þetta. Einhver bið. Það verður að laga brautina, sko. Það virðist vera svolítið svona núna, menn þurfa að taka sér pása til að laga brautina. Já, meira það núna heldur en í fyrirferðinni. Miklu meira. Og það eru fljótar að fjúka stangirnar þegar snjórinn orðinn svona mjúkur. Það eru fyrir að losna, sko. Já. Eins og sjáu hérna yfirlitsmyndið í fjallið hjá, hérna eru eitthvað að laga, fara yfir þetta, eða ekki? Jú, þessi er að skafa hérna og laga. Já. Þetta er fyrrum skíðamaður Róbert Ingi Tómasson. Já, hann er einmitt sonur Þórunnar, framkvæmdastjóra skí. Hér er hún farin af stað Auður Brynja Sölvadóttir. Hún ætlar að sleppa sig hérna snemma. Ræður við það. Kemur hérna í vertikalan og gefur nú allt í botn. Hún var að verða sein en náði að bjarga sér. Millitími hjá Auður Brynju 24:45. Gerir þetta sækju vel hérna á flatanum. Þetta er allt í lagi hjá henni. Hún er að standa sig hérna niður. Stefnir allt í mjög fínan tíma hjá henni. Það er 54:98 og samanlega tími 1:44:90 en það er annar besti tími til þessa. Þetta var Auður Brynja Sölvadóttir, þá er næst Thelma Rut Jóhannsdóttir sem kemur frá Ísafirði. Ísafirði, já. Að vestan. Já, hún er nokkuð örugg hana uppi. Gerir þetta vel. Fer hún að sleppa sér hérna. Já, mikill hraði er hana. Já, kemur vel hérna, vel hratt inn á flatan.
nýtir þetta vel, heldur hraðanum með góða vinslu. Millitíminn hjá henni Telmu 24:42. Búið aðeins að hægjast á henni en lenti hann að svolítið sein en Og það hún Telma Rut sem að kemur hér í mark. Hvernig lítur þetta út hjá henni? Telma Rut með býðum eftir að fá hana hérna upp á skjáin. Kom engin tími virðist vera. Nei. Telma kom inn á tímanum 49:80 53:67. 53:67. Eitthvað virðist vera að klikka kerfið. 1:43:94 sem virðist vera annar besti tími samanlagi. Það sem hún, það sem við heyrðum hér Já, eitthvað, við erum hérna með skjá sem við fáum tölvöld að beinta upp og eitthvað það að klikka núna hjá okkur. Vonum að það komist í lag. Og enn og aftur smá bið í brautinni. Já. Þetta reynast erfitt núna í dag. Virðist vera eftir hvern keppanda. Já. En það eru það er topp 5 núna að fara að stíga. Þeir eru farin að starta núna. Nú fer spennan að fara að koma í þetta. Já, núna fer þetta að koma í ljós. Það eru svona kannski helst ef maður er að horfa á blaðinu núna kannski María Guðmunds og Katrín Kristján sem eru svona sigurstranglega þó að það sé nú alveg rosalega þétt á þessum 5 efstu. Já, svo náttúrulega þær eru þannig mjög þéttar fyrst og annað sætið. Já. Og svo koma þær þannig 3 á sömu sekundu til þess að keppa þriðja sætið. Eða sömu hálfri sekundu. Já. 47:40, 47:93 og 48. Þannig þetta verður spennandi að fylgjast með bíðum spenntir. Það er einhverjir tæknilegir í gangi hérna. Bæta við tímum en einhver smá tæknilegir og vera að bíða eftir því tímatökunni. Hún þarf nú að vera rétt, en eins og kom fram í viðtalinu áðan, þá eru 3 aðskildar klukkur sem að taka tíman hérna. Þannig ef ein klikkar þá að fara í næstu og hérna, ég held að hann var að segja það er langt síðan að gerst að einhverju verið sendir aftur í brautinu til að taka tíma. Þetta á að vera mjög örugt. Ég man nú hérna fyrir sennilega 6-7 árið ég var að keppa í Bláfjöllum á framsvæðinu. Þá fór ég held ég 4 fyrriferðir. Já. Klikkaði tímatakan 3 sinnum. Þú vantilega verið sáttur við það þetta veldur. Þetta var farið að vera svolítið erfitt hann í lokin, sko, var svolítið þreyttið þá, sko. Það þurfti alltaf að labba aðeins upp eftir að hann búið að fara efst með lyftunni. Þurfti maður að labba upp smá stall til þess að komast í starti, þannig að eftir 3. ferðina þá sagði ég bara nei, ég var aðeins að fá að anda áður ég fer aftur. Já. En það var þá, nú er þetta orðið nokkuð öruggara þessar tímatökur. Já. Eins og fólk sér, þá er heldur betur bæti í vindin bara núna á þessum mínútum. Það er hérna stangirnar eru á fullu og myndavélarnar á fullu og hérna þessi hristingur sem eru á myndavélunum, það er nú bara vegna þess að þeir eru að reyna að standa í rokinu. Það er gríðarlegt rok upp í fjallinu, þau voru að segja það sem að er að vinna þar. Það voru gríðarlegt rok þar. Suðvestanáttin er skollin á með krafti. Það er bara svoleiðis og við byggjumst bara veljöfningar á þessu en eins og þessi, þeir eru bara að reyna að standa strákarnir þarna í brekkunum með myndavélarnar og þess vegna er þessi mikli hristingur á þeim. En þetta sést nú svona nánast allt saman þó að hristingurinn sé þarna. Já. Og einhver bið, hvað sýnist þér? Það er verið að setja inn einhverja tíma hérna. Það er tíminn á Telmu komin inn. Hann er komin inn, 1:43:54, annar besti tíminn. Og núna er Kolbrún Lilja Hjaltadóttir greinilega klár hérna allavega á skjánum hjá okkur. Já. Þannig að það hlýtur að fara að líða því að við förum að sjá hana fara af stað. Eða hvað? Þarna eru allavega konum með myndar ásmarkinu. Það ætti alltaf að vera tilbúið núna. Brautastarfsmenn ætti að hafa fengið nægan tíma hana til þess að fara í brautina. Og eins og við minni eftir á, þá er myndatökumaður okkar að reyna að standa hann í rokinu svo þið sjáið. Og skygnið orðið ekki gott. Nei. Þetta er, ég myndi að það ekki að vera þarna uppi standandi og þetta bara alltaf það sem er að vinna í kringum þetta þarna. Þetta er örugglega ansi kalt. Já, kalt og blautt. Já. Gott að komast í heitt bað eða sund eftir á held ég. Já.
Sundlaug Akureyrar er opin og rigningin orðin gríðarleg hér. Við erum að horfa hérna út á gluggann séðu. Það er komin mikil rigning hérna núna. Það er bara, það er vindur og rigning. Vindur. Já, menn þetta er ekki skíðaíþróttin í fyrstu hug þegar í svona veðri. Þetta frekar einhver sko eitthvað skútusport eða eitthvað sko. Og ég sem ætlaði að grilla í kvöld. Já. En svona er þetta. Og við bíðum bara ennþá, það er greinilega eitthvað sem er ekki í lagi þarna, við veitum ekki hvað það er, við erum ekki í sambandi við neitt hérna, en eftir einhverju verið að bíða og það verið að þurrka þarna myndaðalunum alveg henni vinstri, þannig við bíðum bara þessir. Verið að taka. Já, þeir eru eitthvað þarna, séu, hvað þeir eru að gera þarna, sýnist þeir eru eitthvað að bora það niður. Verið að laga eina stöngina þarna. Já. En þær eru núna að koma í röð. Kolbrún er lögð af stað. Kolbrún Lilja Hallstadóttir hjá skíðafélagi Akureyrar SKA. Hún var flott með tíman 49:45 í síðustu ferð. Hvernig líst þér á þetta hjá henni núna? Hún virkar örugg, hún virkar smá passív. En núna sleppur hún sér alveg og hún stendur þennan nálinn af sér. Og þá er ekki mikið erfitt eftir. Ef þær komast í gegnum þessa nál þá er það nokkuð líklegt að þær klára restina af brautinni. Þær sleppa sér svo sakalega hana fyrir nálina og koma hratt inn í hana, inn á flattan og það er svona eina sem að stendur svona síðasta hindrunin, þannig séð. Þetta lítur bara vel út. Já. Hún kemur hér á tímanum 54:13. En samt, sjáðu, 1:43:58 sem er þriðji besti tími. Þriðji besti tími, eftir Freydísu og Thelmu. Þannig að hún er ekki að blanda sér, eða sýnist svona allavega í toppbaráttunum, sko sjá. Þær voru nokkuð þéttar hann eftir fyrirferð. Já, hér er Erla Guðný Helgadóttir komin á stað, hún er úr Reykjavík og var með tíma 48 slétt í síðustu ferð. Mjög flott skíða hjá henni, hún vel tímalega. Vel yfir skíðunum, framar á skíðunum. Nú sleppur hún sér hérna. Við höfum séð meiri ferð hana inn á flattan. En hún heldur ferðinni vel. Hún er að vinna upp tíma hérna á flattanum og kemur hérna hratt fram á. Millitíminn hjá Erlu 24:08. Hvernig sýnist þið tími núna að vera? Við erum búin að missa neina Erla stjórnum með okkur. Guðný kom á tímanum 44:37 Já. sem er besti tími til þessa. Besti tími til þessa, þannig að hún er þá efst í Jökulbyrginu. Já, hún er Erla Guðný. Já, á 1:32:37, það er 10 sekúndna munur á fyrsta og öðru sætinu eins og staðan er núna. Já, heila 10 sekúndur. Ok. Þetta var sem sagt Erla Guðný Helgadóttir og hún er með samanlega tíma svo við fáum það aftur hjá þér. 1:32:37, en þetta virðist ekki standast. Býtum við. Það er einhver vandamál hérna með tíman hjá okkur. Það er ekki veðrið bara sem að Nei, tíminn er, það er eitthvað gerst þarna áðan sem að hefur ekki verið alveg í lagi. Fá staðfestingu allavega frá tímatökunni að jóð. Nei, þeir alltaf. Hvað alltaf er að gera þetta? Þarf hann að gera þetta aftur eða þeir eru reiknandi upp á nýtt? Hver er svona, sýnst þið staðan vera í þessu? Þeir eru eitthvað að reikna þetta til. Ok, allan eru búin að missa tíma hérna út af, þannig að já, og það er eiginlega allt það er mikill handagangur öskjunni hérna, við ekki orðað þannig að við höfum svona takmarkaði upplýsingar hérna að tímanum um Jökulbyrginu, en við vonum að við fáum þetta aftur hérna upp á skjánum svo við getum sagt ykkur frá þessu. Já. Og það er stoppkeppnin á meðan, þannig þetta ætlar að ganga hægt í dag. Þessar síðustu 5 allavega verðist, eða þannig með Kolbrúnu líka vissulega, til síðustu 6. Fór eitthvað tímatökunar úrskeiðis hérna hjá Thelmu og hefur verið eitthvað núna að stríða okkur eftir það. Og vandamál með sælurnar, vantanlega rigningin að stríða okkur eða veðrið og það vonandi
Já, hún segir hérna Þórunn sem að lýsa hérna fyrir fólki á svæðinu að veðrið sé eitthvað að stríða allir sem sagt að rigningin sé að fara eitthvað í mælana eða já, það gæti verið að það sé verið eitthvað að rugla. Eins og sjáum hérna núna þá hann að fikta hann eitthvað í marklínunni og hérna þeir vonandi ná að laga þetta. Vonum það. Það allan að vera að vinna í þessu í augnablikinu. Já, þeir ennþá að reyna að reikna tíman hjá Erlu Guðni. Við sko vonum að þau ekki fara aftur. Já, eins og þeir segja, langt síðan hefur einhver farið aftur. Já, og hann bara 7-9-13 í þessu. Það hættilt að segja svona. Hvort hann hefur jinxað þetta með því. Þetta viðtal kannski setti bara allt á skorðum þetta sem við tókum við hann áðan. Geti verið. Ég held að við kannski tökum okkur bara örlitla pásu hérna á meðan að vera að laga þetta. Mér sýnist þetta ekki vera að fara að gerast alveg strax eða hvað. Við skulum taka okkur smá pásu, anda og koma svo aftur hér leið og eitthvað gerist. Þessi útsending unnin í samvinnu við eftirtalin fyrirtæki. Samherji, Goði, Höldur, Securitas, Íslandsbanki og Vís Akureyri. Icelandair Hotel Akureyri býður skíðagörpum og vetrarferðalöngum að koma inn í hlýjuna eftir langan og góðan dag í brekkunum. Verið velkomin, Icelandair Hotel Akureyri. Easy og 4 inniheldur lífsnauðsynleg næringarefni sem líkaminn þarfnast daglega. Easy og 4 hollista í hverjum dropa. Við tökum vel á móti þér. Hjá okkur skiptir þú máli. Sparisjóður Höðhverfinga, Gleragöta 36. Fallegar fermingagjafir úr Sirku. Sirka, Skipagötu 5, Akureyri. Sirka.is. Hvað betra en að stinga sér til sunds eða slaka á í pottinum eftir góðan dag í fjallinu. Opið til klukkan 18:30 helgina. Sundlaug Akureyrar, baðströnd í bænum. Heit og góð í 25 ár. Ljúf afslöppun eftir langan dag í fjallinu. Opið frá klukkan 9 til 23 virkadaga, 11 til 21 helgar. Stjörnusól, heit og góð. Sundlaug með einstaka fjallasýn, frábært skíðasvæði, heimsmeistaramótið í brús og ógurlegur ísbjörn. Dalvíkur byggð, ströndin, víkin og dalurinn. BSA trukkurinn. Meira en 20 ára reynsla í þjónustu við Mercedes-Benz. Reynslan gerir gæfu muni. BSA, Laufásgötu 9 og trukkurinn Hjalteyrargötu 8. Hágæða vélsleða fatnaður frá Klim í úrvali. Sölu og viðgerðar aðili fyrir Polaris á Norðurlandi. CarX, Njarðarnesi 8. Framtíðin ljós. Kynntu þér málið á tengir.is. Tengir, sími 460 0409. Vandaðar skíðavörur fyrir börn og fullorðna. Þú finnur Tröllasport á Facebook. Tröllasport, sími 660 47 52 og 899 28 20. N1 korthafar nýttu sér 150 milljón punkta í viðskiptum við N1 í fyrra. Þú að missa þínum ávinningi? N1. Bragðgóðu og fljótlegu réttinni frá Goða. Nú í endurlokalegum pókum. Galdraðu fram gómsæta máltíð á fáeinum mínútum. Foreldað hakkabuff og kjötbólur úr íslensku hráefni. Goði, alltaf góð. Herru, þá erum við konur aftur og þá eru menn búin að laga þetta. Þetta var rigningin sem var að stríða mönnum. Var að stoppa tíman hana. En Erla Guðni kom á tímanum 52:87, saman á tími 1:40:87 sem var aðeins líklegra. Hún sem sagt 2 sekúndum rúmlega á undan, ekki 10 eins og aðan. Núna hins vegar Erla Ásgeirsdóttir komin af stað úr Breiðabliki. Hvernig líst þér á þetta? Hún gerir hennar bratta mjög vel. Þarna lenti hún aðeins aftarlega og tók með þessa stöngina. Þetta flott. Kemur hana mjög örugg, mjög hröð, vel yfir skífunum, ákveðin, góð vinnsla á henni. Þetta mjög flott hjá henni. Hér hennar framma núna.
snöggur og flott skurður þannig smá en ekki til þess að kvart yfir. Kemur nú hérna í síðustu náluna og kemur niður á besta tíma 52.09, samla tími 1:40.02. 1:40.02, það munar hérna einhverjum rúmum 80 sekúndum, 80 brotum ætla ég að segja á Erlu Guðnýju og Erlu Ásgeirsdóttur. Næst á svæðið er Helga María Vilhjálmsdóttir, hún var með tíman 47:40 í fyrirferðinni, var með 3. besta tíman í henni, þannig nú er spennandi að sjá hvað hún gerir. Eitthvað stoppaður, þurftur náttúrulega að laga stöngkarna sem við sáum að fór niður. Já, vissulega. Hún ætti tímatakan allavega að vera komin á rétt rór. Það er bara verið að laga hér brautina og þá eru þær síðustu 3 stúlkurnar. Núna er Helga María lögð af stað. Þetta er alveg spennandi. Hún er smá þannig sein en heldur þessu svo sem áfram og er á góðri ferð, kemur hér gegnum vertikalan og hér er hún að fara að sleppa sér núna, komin á góða ferð, snöggan skurð, flott, nær hún góðri vinnslu hérna fram af, komin á hörkusiglingu, komin á góða siglingu, rétt, kemur hér fram af, hún er mjög ákveðin og skíðar rosalega vel með flotta tækni. Og kemur hér, hún kemur á 50:39 og er komið langbesta tíma núna. Langbesta tíman, samla tími 1:37.79, þannig að hún er búin að tryggja sér sæti. Já, hún er búin að tryggja sér allan að 3. sæti, það er alveg bókamál. 1:37.79, samanlegu tími hjá Helgu Maríu Vilhjálmsdóttur úr Reykjavíkinni og núna er María Guðmundsdóttir komin á stað. Hún var með 45:31. Þetta bjargaðist hjá henni, hún ætlaði þannig að leggjast á kantinn þvílíkt og gera þetta auðvelt fyrir sig en færið er ekki topp, þannig að það bara fór undan henni. Hérna er hún komin á flegi siglingu, hún ætlar að gefa allt í þetta, brýtur hérna einu stöng, hún ætlar ekki að taka neitt sjens núna. Það er komin engin smá klúðrað hann náttúrulega uppi og þá fær mann til þess að gefur manni svona auka drifkraft eins og hjá Kötu í fyrirferðinni, þá klúðrar hún hann uppi en svo bara slepptu sér alveg og María að gera slíkt í sama. Kemur hér á sínist mér stórglæsilegum tíma 49:69 og samlaði tími 1:35.00 og það er sko 3,8 sekúndum betri heldur en Helga María. Það er spurning hvar Katrín stendur núna. Systir Dagnýjar. Systir Dagnýjar, þannig að María Guðmundsdóttir, hún er í 1. sæti í Augnablikinu, Helga María Vilhjálmsdóttir í 2. sæti og Erla Ásgeirsdóttir í 3. sæti. Þannig að núna veltur þetta bara á Katrínu Kristjánsdóttur, hún að fara að gera hér góða ferð og ná besta samanlega tímanum sem er 1:35 sléttur núna hjá Maríu Guðmundsdóttur eða er hún að fara að gera eitthvað annað? Það nefnilega veit maður ekki. Það brotnaði stöngin hann undan hjá Maríu, þannig að það er smá tími sem tekur, en þetta er virkilega spennandi núna. Hvað gerist varðandi 1. sætið? Svolítið pressa að koma svona síðast. Já, það er það. Það er það sko. Ég myndi nú halda það að væri betra að fara annar og reyna það að fara annar síðastur sko. Já. Þá og reyna að komast sem fyrst, eða komast á sem besta tíma og gera þá andstæðingin sem að vera eftir stressa. Svolítið sálfræðilegt í kringu það. En Katrín er örugglega rólindismanneskja eins og ættin. Já, hún hefur gert þetta oft og veit alveg hvernig að hugsa í svona aðstæðum og ef ég þekki hennar rétt þá á hún ekkert eftir að gefa eftir, hún á ekki eftir að halda aftur að sér af því hún veit hvað er í húfi. Það er Íslandsmeistaratitill í húfi og það þýðir ekkert að fara eitthvað varlega niður brautina núna. Það er með við keysluna á Maríu hérna áðan, þá er það bara einu sem dugar að gefa allt í botn. Það verður gaman að sjá þetta. Þeir eru greinilega vilja hafa brautina náttúrulega algjörlega tipp-topp. Þeir eru eitthvað að fara yfir hana, við reynda að sjá mikið neitt að vera að vinna inn á hann hérna. Jú, þeir eru hérna uppi.
að reyna að gera sitt besta að halda brautinni eins og hún á að vera. Þú dreigist talsvert á langinn, það var gert ráð fyrir því að strákarnir kannski myndu fara af stað svona klukkan 2 en hún er orðin korter yfir eða verða korter yfir. Já, við náttúrulega lentum þarna í vesinni bæði með veður og tímatökutæki. En þetta gengur samt furðu vel með allt. Þetta gengur furðu vel með við allt og já, bara... Allir sáttir held ég. Ég held það. Þannig við bara bíðum eftir að Katrín Kristjánsdóttir fari af stað en í augnablikinu hún er farin af stað. Býttu nú við, hvernig líst þér á þetta fyrsta? Hún er aðeins að leggjast þarna á innra en náðu þessu samt. Hún er að gefa sig í þetta alla, hún er ekki nógu tímalega hann uppi. En kemur hér úr veltikalunum, þetta lítur og hún er í basli en heldur sér og hún er úr leik. Hún er úr leik. Þannig að staðan er þannig að María Guðmundsdóttir er fyrst á tímanum 1:35:00. Þar eftir er Helga María Vilhjálmsdóttir á tímanum 1:37:79 og í þriðja sæti er Erla Ásgeirsdóttir 1:40:02. Við sjáum hana Katrínu hér í mynd virkilega svekkjandi væntanlega fyrir hana. Var hér með besta tíma eftir fyrstu umferð eða fyrstu ferð 45:18 en var úr leik núna í seinni umferðinni. Því miður. Hefði verið gaman að sjá hana klára þessa ferð. Hún byrjaði að krafti en svona, það var smá tæknileg mistök í byrjun og það bara sett hana algjörlega. Hún kom hana of seint og lenti þannig séð í basli með brattan og ákvaði í kjölfarið því að gefa bara allt í þetta og var orðin rosalega hröð. Kemur hana inn í nálina, nær ekki að viðhalda hraðanum, bara hraðin og mikill og þar að leiðandi bara keyrir hún út úr. Þannig að það var allt eða ekkert greinilega hjá Kötu og endaði með ekkert. Því miður, virkilega leiðilegt þegar svona gerist en þetta eru skíðin. Þetta eru skíðin, annar dagur á morgun, stórsvið á morgun en ef við förum yfir stöðuna þá er María Guðmundsdóttir í kvennaflokki fyrst og í öðru Helga María Vilhjálmsdóttir og í þriðja Erla Ásgeirsdóttir, því fjórða Erla Guðný Helgadóttir og því fimmta Freydís Halla Einarsdóttir. En í úlingaflokki 17-19 ára þá er það María Guðmundsdóttir fyrst, önnur er Erla Ásgeirsdóttir og þrjú Erla Guðný Helgadóttir. Þannig að María er þá... Hún er tvöfaldur Íslandsmeistari í svíi, já.